Við gefum þér dýrðina, drottinn. Þú ert heilagur. Þitt nafn nöfnum öllum, nöfnum bæði á himra og jörðu, Jesús. You are the word of the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Hey, Lord. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Sin was great, but love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. You are my Savior. We worship you, God. You are worthy of worship. We worship Death could not hold you. Veil torn before you. Silence the most of sin and grave. Heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal.
nothing can stand against what a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Takk Jesus, halleluja. Takk Jesús. Og allir líðurinn sagði, halleluja. Yndislegt að sjá ykkur að samkomi hér. Það svo sannarlega eldar að kvikna hér í kirkjunni, heilagsand eldar. Og það bara áhugavert að sjá hversu margir að melda sig með í Guðsríkið. Og vitið það, við erum bara rétt byrjuð að smakka. Það sem við ætlum að sjá hér í þessari kirkju, við ætlum að sjá hana fulla af fólki, lofandi Jesú, lyftandi upp nafni Jesú. Það sem við ætlum að sjá á Íslandi vakning, andleg vakning, má ég heyra amen. Og mér langar til að leggja áherslu á, áður en við höldum áfram með samkomuna, að við ætlum að vera miklu duglegir að vitna fyrir fólki. Má ég heyra amen. Við ætlum að fara að segja fólki frá Jesú. Af hverju? Því að Jesús svarið. Hann svarið við öllum spurningum lífsins. Ég bara fullyrði það. Hann svarið. Hann stóra svarið. Og vitið það ganga allir með tómarúm inn í hjartanu. Við erum öll að reyna að fylla hjartað af einhverju sem aðeins Guð á að fylla í okkar lífi. Og það svo mikilvægt, vinir, að við leitum ekki langt yfir skamt. Mjög margir leita bara hreinlega í fíkniefni eða vín eða ég veit ekki, að sofa hjá fullta fólki eða gera eitthvað sem að, þið vitið, við erum alltaf að reyna að fylla upp í þessu hólu. Það aðeins einn sem að getur uppfyllt þrá hjartaðins og hann heiti Jesú. Og hann dó fyrir 2000 árum síðan og hann reis upp frá dauðum. Og hann lifandi í dag. Hann lifandi og hann ríkir í dag. Þannig að reynum ekki að leita að svarinu eitthvað stað þarna úti. Leitum til hans með því að opna hjart okkar fyrir honum. Það það sem við ætlum að gera. Og við ætlum líka að fá fleiri til að taka þátt. Við ætlum að vera kirkja sem á hreyfingu. Við ætlum að læra að vera dugleg að vitna fyrir þeim sem ekki þekkja Jesú. Og við ætlum að sjá Guðs ríkið á Íslandi eflast og stækka. Má ég heyra amen. En í dag þá ætlum við að taka samskot því að það líka lofgjörð. Við vitum það að við eigum oft erfitt með að sleppa tökunum á veskinu okkar, en ég skal alveg segja ykkur það. Guð blessar glaðan gjafara. Og þá engin neitt inni hjá drottni. Og mér langar til að hvetja ykkur líka verði frjáls í að gefa. Því að eins og ég segi, við fáum svo margfalt tilbaka þegar við gefum inn í Guðs ríkið. Og ég ætla að biðja, og það posi aftast, strákarnir ætla að labba hérna með baukana. Drottin, við bara komum fram fyrir þig í dag. Ég þakka þér fyrir trúfest þína náð og miskun. Ég þakka þér fyrir nýtt upp af drottin. Ég þakka þér fyrir smurningu og gegnumbrot. Og drottin, ég bið þig fyrir 9 ári. Drottin, ég veit að þú hefur ákveðið að þetta ár verði ár þar sem að við munum setja niður dýpri stólpa fyrir Guðs ríki til þess að blómstra. Og við ætlum að sjá Guðs ríki blómstra, halleluja. Og drottin, ég bið fyrir einum og sérhverjum hér inni sem heyrir mál mitt. Ég bið þig, drottin, að leysa viðkomandi úr fjötrum. Ég bið að gefa gleði sem ekki af þessum heimi því að gleði þín styrkur okkar. Og drottin, ég bið Jesús að gefa okkur drottin von á framtíðina með þér drottin, von á það sem að þú ætlar að gera drottin. Og við biðjum í Jesú nafni og allur liðurinn, sagði við amen. Amen. Drottin bless ykkur. Verið áfram með okkur í lofgjörð, við ætlum að syngja meira og lofa Guð.
They are crowns before the Lamb of God and sing, you worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Jesus. Tack Jesus. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Takk Jesus, halleluja. Þú ert trúfastur drottin Jesus. Trúfastur Guð, halleluja. Takk Jesus, þú ert sami í gær og í dag. Þú ert alltaf minn sami drottin Jesus. Heilagur ertu drottin. I'm calling on the God of change.
years, through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lovely. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giant. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. I need you. Oh God, I need you. We need you, God. You heard your children. You hear your children. You are the same God. You are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You are providing then. You are providing now. You are the same God. You are the same God. You moved in power
the same. Yesterday, today, and forever. You are the same God. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Heilaga drottinn Jesus. You free the captives, then you're freeing hearts right now. You are the same God. You are the same God. You touch the lepers, then I feel your touch right now. You are the same God. You are the same God. You say you're the same. You are the same God. Oh, yesterday, today, and forever. I'm calling on the Holy Spirit. Almighty river, come and fill me again. Come and fill me again. Come and fill me again. Tack Jesus, halleluja. Yndisleg lofgjörð. Gaman að heyra í regninu. Vitið það, alltaf þegar tala regn í ritningunni, þá það merkjum blessun. Þannig að við erum blessaður líður hér í dag. Við heyrum í regnunni hérna dynja á húsið. Og mér finnst það viðeigandi. Ekki sammála? Spennandi ár hafið. Mér langar áður en við förum í Orgvöst, þá langar mér að fá vin minn Einar Gaut til þess að koma hérna upp. Yndislegur lögmaður sem hefur hjálpað kirkjunni oftar en einu sinni. Mér langar að þú segir bara nokkur orð varðandi að vitna fyrir fólki. Manstu það sem við rættum á fundunum. Ég veit þetta er mjög spontant. Við ætlum nefnilega að fara að opna hjarta okkar og fara að segja fólki frá. Viltu segja nokkur orð það? Já, ég var á fundi með Sigurbjörgu. Ég átti nú ekki von á því að hún myndi grípa mig núna. Sérstaklega því ég get ekki einu sinni verið alla samkomuna. En það er þannig að í Biblíunni er talað um að vera skóaður af fótunum með fúsleik til að flytja fagnaðarboðskap friðarins. Og þetta er mjög mikilvægt vegna þess að menn skóa sig á fótunum til þess að verjast til dæmis höggormabiti. Og það var höggormurinn sem kom syndin í heiminn. Og höggormabitið er það sem við þurfum að verja okkur með alveg fyrir. Það er gert með því að boða fagnaðarerindið. Það er líka þannig að það kom einu sinni maður til annars Kristins bróður, mjög reynds bróður, og sagði, það er svo lítið fólki að frelsast. Og hann sagði, væntur þess að fólk frelsist? Eiginlega ekki. Og þá sagði hann, það er skýringin. Því að Guð starfar fyrir trú. Þannig ef við væntum þess að fólk byrja að frelsast okkur í einustu samkomu, það byrjar að gerast. Og ef við væntum þess að það verði svona úthelling blessunar, það verður það. En þá þurfa líka verk okkar að fylgja. Við verðum að tala til þeirra sem eru nýjir og fólk sem býður nýjum að koma verður að treysta því að samkoman hæfi þeim. Það er fínt að leyfa þeim að sjá brjála kristi fólk sem lofar Guði lyftir upp öndum og öskar þar bara segir að fólki á eitthvað sem að það og ekki verður forvitið. Það er allt góðu. En það þarf að tala til þeirra hverju samkomum, bjóða stöðugt fram til fyrirbænar og búast við því að þetta gerist. Og ég man þegar ég var einn af þeim sem voru að leiða veginn í gamla daga, þá vissum við nokkurn meginn í byrjun samkomunar,
á bænastundi hvað margir myndi frelst samkomunni. Guð gaf okkur svona nokkuð með töluna. Og það var oft upp í 10 samkomu. Og ég svona veit ekki af hverju það en bara það brennur í hjarta minn að sjá þetta byrja að gerast í Smárakirkju. Ég veit ekkert af hverju það sú kirkjan ekki ykkur önnur en þannig það bara. Amen. Takk fyrir þetta. Þannig ég vil taka heilsugar undir þessu orð. Við ætlum að fara að vænta þess að sjá fólk frelsast á samkomum okkar. Og við ætlum að taka fólk með okkur á samkomur. Því að hér er best að vera í forgörðum Drottins. Er þið ekki sammála gott fólk? Amen, Guð góður. Þannig að við ætlum að fá að heyra predikun og mig langar til þess að biðja okkur að rísa á fætur. Rísum á fætur og tökum við því orði sem að Guð hefur lagt á hjarta Callum hér í dag. Hann mun tala á ensku sem er mjög gott fyrir systur okkar og fleiri. Og Hilmar ætlar að túlka hann eins og honum einum með lagið. Er þið til í þetta, vinir? Er gleði í húsinu? Er það bara ég og Jóhanna sem er alveg sjúklega glaðar? Er ekki allir glaðir? Það skildi ég ætla. Vinir, ef við erum ekki glöð, þá er eitthvað að. Við eigum það besta. Við eigum Jesú Kristi lifandi í hjart okkar og við eigum heilan anda sem gengur með okkur hvern einasta dag. Og hann er snillingur. Þannig að verum glöð, verum ávallt glöð. Ég segi aftur, verum glöð. Halleluja. Drottin, ég lyft upp nafnið þínu. Ég þakka þér fyrir náð þín og miskun og trúfesti. Ég þakka þér fyrir blóð þitt sem hreinsar okkur af allri synd, Drottin. Ég þakka þér fyrir kraftin, Drottin, í nafni þínu, Drottin. Það er nafn þitt sem er sterkur turn og þangar hleypur hinn réttláti og hann er óhultur. Og Drottin, í dag að þá ætlum við að hlaupa inn í nafnið. Við ætlum, Drottin minn, að taka upp kross okkar og við ætlum að fylgja þér, Drottin. Og ég bið þig fyrir einum sérhverjum hér inni. Gjaf okkur ná til þess að taka við því orði sem að þú hefur fyrir okkur. Og ekki bara taka við því, heldur leyfa því að festa rótum í hjart okkar og bera mikinn ávöxt 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan. Og Drottin, ég bið fyrir öllum þeim sem er að gangi í gegnum erfiðleik í dag. Ég kem í gegn þunglindi, ég kem í gegn kvíða, ég kem í gegn vondum tilfinningum sem að reyna að hafa áhrif á göngun okkar. Og ég bara brýt alltaf vald óvinarins í Jesú nafni. Og ég tala sigur hér út. Ég tala blessun hingað út í Jesú nafni, í Jesú nafni. Og ég bið fyrir Callum þegar hann talar hér í dag. Viltu gefa honum orð að mæla frá hásstólið þínum og við biðjum í Jesú nafni og allir liðurinn sagði. Amen, halleluja. Callum og Hilmar. Blessa sér þitt nafn, Drottin. Það er tvíeggjað sverð, sko. Good morning. Góðan daginn. Góðan daginn. Yeah, let's go. You ready? Let's pray. Let's pray. Is this on? I can't hear him. Now, yeah. Hallelujah. Halleluja. There's power in the mic. Það er kraftur í mikrofónunum. Okay. Let's pray, brother. Við skulum biðja. Heavenly Father, we thank you for this day. Drottin, við þökkum fyrir þennan dag. We thank you that we get the privilege of following this wonderful worship. Takk fyrir forréttin að fá að fylgja á eftir þessari dásamlegu lofgjörð. Open our hearts, Almighty God. Opnaðu hjört okkar, Drottin Guð. Open our minds. Opnaðu hug okkar. And Lord, as we speak, maybe you speaking through us. Og eins og þú talar, þá talar þú í gegnum okkur. Touch our lips with your coals. Snertu varir okkar með kolum himinsins. And let it only be what you once said to be said. Og láttu aðeins vera sagt það sem þú vilt að sé sagt. And how you want it said. Og hvernig það er sagt. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. Amen. So last week we were blessed starting the year. Í síðustu viku vorum við blessuð með að hefja árið. Pastor Sibba Pastor Sibba, preaching and sharing from 2 Timothy. hún var að deila frá síðara Tímóteusbréfi.
Oh, he's changing. No power. We need more power. We need more power. More power. Hallelujah. Shibri papani ala rameketelia. Hallelujah. Must have been all that singing used up the mic. Yeah. Johanna. Hallelujah. Oh, okay. That's all right. Here we go. So I'm going to summarize a portion of that sermon from last week. 3 main points that Sibba shared. Þannig að ég ætla að samræma það sem að Sibba var að tala og svona í 3 liðum. I would encourage you, if you haven't, go and listen to the message. Ef þú hefur ekki hlustað að þá hvet ég til þess að hlusta á ræðuna. Okay, so the first point is skill. Við vorum að tala hæfni. Are we right with the word of truth? Do we know the word of truth? Og hvernig við ræktum orð sannleikans og þekkjum við orð sannleikans. Are you good and are you improving in your walk with God? Ertu að vaksa og dafna í gönguðinni með Guði? You see, a tree is known by its fruit. Þú sér að tré það þekkist af ávöxtunum. It's not good for us just to listen to people. Það ekki bara nóg að hlusta á fólk. We need to see the fruit of change in their life. Við þurfum að sjá breytingar ávöxt í lífið þeirra. That the word is taking hold. Að orðið að taka sér bólföstu. And the transformation is happening. Og breytingin að eiga sér stað. We see who is making progress. Við sjáum greinilega hverjir að þroskast og dafna. Like when you go to the supermarket. Eins og þú ferði út í búð. And you're looking at the fruit and vegetables. Og þú lítur á grænmetis. The good looking ones. Grænmetið þú sér þeir sem líta vel út. Are the ones you're going to pick. Það eru þeir sem að þú munt velja. It's the ones you're attracted to. Það eru þeir sem að laða þig að. It's not the ones that look like they're half dead. Það ekki ávistin sem að líta út hálfdauðir. You're going to leave them on the shelf. Nei, þú bara skilur það eftir á hillunni. That's why when doctors are going through their training. Og það þess vegna sem að læknar í læknanámi. They train with other doctors. Þeir þjálfast upp með öðrum læknum. Electricians and plumbers. Og það sama með rafvirkja og pípara. They do an apprenticeship. Og þeir eru að læra af öðrum. Because iron sharpens iron. Þeir eru á verksamning þegar járn brýnir járn. So if you want to walk and learn to walk more and more as a Christian. Þannig að ef þú vilt læra að ganga meir og dýpra sem kristinn. We surround ourselves with fellow brothers and sisters in Þá Christ. umkringjum við okkur bræðrum og systrum í Kristi. Who will speak the truth to us in love. Sem tala sannleika til okkar í kærleika. The second point that Sibba made was behavior. Og annað atriði hún talaði hegðun. What experience does people have when they spend time with you? Hvaða reynslu hefur fólk af þér þegar það eyðir tíma með þér? What do they see? Hvað sér það? Are we loving and long-suffering? Og það kærleikur og langlindi? Or are we embarrassed and can't be bothered to listen to them? Og eða skammastu þín og þau vilja bara ekki hlusta á þau meira? Do we backbite at the heels like little dogs? Eða erum við alltaf við eitthvað baktala og býta svona í hælana eins og Are litlir we hundar? finding fault with everything and arguing? Alltaf að finna að og rífast? Or are we spending time with the Lord in His Word? Eða erum við að eyða tíma með drottni í orði hans? Meditating on the Word in prayer. Það sem við hugleiðum orðið hans í And as bæn. we do that, the fruit of our character, our behavior, Og þegar við gerum þetta, þá kemur fram ávöxturinn í hegðun okkar. starts to become more Christ-like. Hann verður mjög Kristi líkur. It's automatic. Það gerist, þetta organic, We eða don't need þetta to vexa try. sjálfum sér. We don't need to try. Við þurfum ekki að rembast og It reyna. starts to happen. Þetta sjálfsbrottin vöxtur. So let's take care of all correction that the Lord points out to us. Þannig að við skulum gæta að þegar drottin að aga okkur og benda okkur á. As we spend time in His Word, Þegar við deilum tíma í orði hans. that have its washing effect on us. Láttu þetta þvoði og gera þig hreina. And third point that Sibba raised was character. Og þriðja atrið sem hún nefndi var karakter. You see, our lack of character and our lack of integrity does not only affect us, Skortur og karakter að vera heill í gjörðum sínum. it affects our family, Það hefur áhrif á fjölskyldur okkar. our church family.
kirkjufjölskyldun okkar. A sphere of influence in the kingdom. Og þau áhrifasvæði í Guðsríkinu sem að þú ættir að hafa. Our ability to open doors. Eiginleiki okkar til þess að opna dyr. In general, our whole life starts to get impacted by our character. Og allt líf okkar undir áhrifum af karakter okkar. And that's what Christ is most interested in you. Og það þar sem að Kristur hefur mestan áhuga á You þér. see, once we are saved, Þið sjáu að þið verum endurfædd, we have righteousness. þá erum við réttlætt. We have been reconciled. Segir ekki enn? We have been reconciled. Það búið að endurleysa okkur. You see, we are in right standing with God. Við stöndum rétt með Guði. It is done. Það fullgert. But now the journey begins. En nú hefst ferðalagið. And we need to change from one degree of glory to the next. Við erum að breyta frá dýr til dýrðar. You see, character is so important to God. He's not just interested in what happens at salvation. Karakter svo mikilvægur frammi fyrir Guði, hann ekki bara áhugasamur það sem gerist á hjálpræðisdegi þínum. He's so interested in every single day of your life because it's the journey that he's on you. Hann hefur áhuga á sérhverjum degi í lífsins því að það ferðalagið sem skiptir máli. So today I want to continue to build on this message. Þannig að í dag þá vil ég fá aðeins byggja á þessum punktum. And we're going to start with two portions of scripture that speak about the same thing. Og við ætlum að tala tvö vers sem að tala nákvæmlega sömu hluti. Build your house on the rock. Byggðu húsið á kletti. So we're going to look at Luke 6:46 to 49. Það er Lúkas 7. kapli 39. vers. And then we're going to read it from the other place. You find it in Matthew 7:24 to 27. Og síðan finnum við þetta í Mattheus 7 og 27. You see, I'm giving you both because I know my brother's got two phones here. Þannig að gefa mér öll vesina því ég er með tvíeggjasverð. Okay. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I tell you? Everyone who comes to me and hears my words and does them, I will show you what he is like. Okay, I said 36, 46. En hví kalliði mig herra, herra og gjöruð ekki það sem ég segi? Ég skal sýna þér hverjum sá líkur sem kemur til mín, heyrir orð mín og breytir eftir þeim. He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when a flood arose, the stream broke against that. Hann líkur manni byggði hús, gróf djúpt og djúpt fyrir og grundarlega þá bjargi. Nú kom flóð og flaumurinn skall á því húsi en fékk hvergi hrært það vegna þess að það var vel byggt. And it could not shake it because it had been built well. Því það var vel byggt. But the one who hears and does not do them is like a man who built a house on the ground without a foundation. When the stream broke against it, immediately it fell, and the ruin of the house was great. Hinn heyrir og gjörur ekki líkur manni sem byggði hús á jörðinni án undirstöðu. Flaumurinn skall á því og það hús féll þegar og fall þess var mikið. Amen. Now we're going to read through Matthew 7:24 to 27. Nú lesum við Mattheus 24 til 27. You'll see some similarities, you see a little bit of differences, but it's good to put them both together. Þú sérð líkindin og smá munur og það ágætt að lesa þetta í samhengi. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. Hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sá líkur hygnum manni byggði húsitt á bjargi. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. Nú skall á steypiregn, vatnið flæddi, stormar blésu og buldu á því húsi, en það fjall eigi því það var grundvallað á bjargi. And everyone who hears these words of mine and does them, not do them, will be like a foolish man who built his house on the sand. En hver sem heyrir þessi orð mín og breytir ekki eftir þeim, sá líkur heimskum manni byggði húsitt á sandi. And then the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it. Steypiregn skall á, vatnið flæddi, stormar blésu og buldu á því húsi, það fjall og fall þess var mikið. Amen. Interesting. Athyglisvert.
There's two things I want to pick out of this today, Það eru tveir punktar sem ég vil leggja áherslu á and then I'm going to go into them. og síðan förum við nánar í þá. First is foundations, Fyrsta það er grundvöllurinn and the second is storms. og í síðara er stormurinn. So let's pick up in foundations. Við skulum byrja að fjalla grundvöllin. We see it says, hears my words and does them. Við sjáum að hann segir, sá sem heyrir orð mín og fer eftir þeim, eða breytir eftir þeim. In both scriptures it says the same. Og í báðum reikningastöðunum þá segir það sama. You see, we're not just to be those people that hear the word, Við erum ekki mannfólk sem á bara að heyra orðið, but they need to be doers of the word as well. en við þurfum líka að breyta og gera orðið. So they need to transfer from head understanding and knowledge Þannig að það þarf að breytast frá bara hugviti to our heart and our hands and our feet. inn í hjarta okkar, hendur og fætur. And just that, also to our mouths. Og í líka þetta þarf að hafa áhrif á tungun okkar. So we live out the words we say, we live them out. Þannig að við lifum út orðin sem að hann talar. So what does Jesus mean when he's talking about these words of mine? Og hvað er Jesus að meina þegar hann er að tala þessi orð? This is a lovely book. Þetta er mjög góð bók. 66 books make it up. 66 bækur sem innihalda reikninguna. The word of God. Orð Guðs. There are other gospels. Það eru til önnur svokölluð Guðspjöll, But for some unknown reason, en fyrir einhverja óþekkta ástæðu, God didn't include them in his word. þá er það ekki hluti af orði Guðs. So they are not the gospels. Þannig að þau eru ekki fagnaðar erindið. Everything that's included in his word Allt sem er inniheldur hér er orð is Guðs. what must become the foundation of our lives. Það er þetta sem þarf að vera grundvöllurinn í líf okkar. Nothing else. Ekkert annað. You see, all scripture is God-breathed. Þið sjá að öll ritningin er innblásin af Guði. There's nothing in here Það er ekkert hér í ritningunni that is not of God, sem ekki er af Guði, that he didn't want in here. sem að hann vildi ekki að væri þarna. See, we know in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Við vitum að í upphafi var orðið og orðið var með Guði og orðið var Guð. He was with God in the beginning. Hann var með Guði frá upphafi. Jesus, John 1:1-2. Þetta er Jóhannes að Guðspjöll 1-2. That the scripture is referring to, he Að þessi hann sem að ritningin er að vitna til is Jesus Christ. er Jesús Kristur sjálfur. Jesus was with God in the beginning, Jesús var með Guði frá upphafi sköpunar. and everything that was created through him. Og allt sem skapað var skapað í gegnum hann og fyrir hann. And this word comes from him. He Og is the word. Og orðið kemur frá honum. Hann er orðið sjálft. So, it's important for us to note though, Þannig að það er mikilvægt að við athugum og gætum að we are given a caution in Mark, okkur er gefin viðvörun í Markusar Guðspjalli, Mark 7:6-13. í Markusar Guðspjalli, 7, 7. kapla, 6-13. Markus 7, 6-13. Yes. You see, this scripture warns us how we allow the traditions of men to supersede the word of God. Þessi ritning segir okkur hvernig við leifum helgisöðum manna að hafa drottnunarvald eða ráða yfir orði Guðs. And he said to them, well did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, this people honors me with their lips, but their heart is far from me. Jesús svara þeim, sannspár var Jesaja yður, hræsnarar. Þar sem ritað er, þessi líður heiðrar mig með örunum, en hjartað þeirra er langt frá mér. In vain do they worship me, teaching his doctrines, the commandments of men. Til einskis dýrka þeir mig, þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. You leave the commandment of God and hold to the traditions of men. Þér hafnið boðum Guðs, en haldið erfikenning manna.
And he said to them, you have a fine way of rejecting the commandment of God in order to establish your tradition. En sagði hann við þá, lista vel, gjöru þér að engu boð Guðs svo að þér geti rækt erfikenningar yðar. For Moses said, honor your father and your mother, and whoever reviles father or mother must surely die. Móses sagði, heiðra föður þinn og móður þína og hver sem formælir föður eða móður skal dauður deyja. But you say, if a man tells his father or his mother, whatever you have gained from me is Corban, that is given to God, then you no longer permit him to do anything for his father or mother. En þér segið, ef maður segir við föður sinni eða móður, það sem þér hefði getað orðið til styrtar frá mér korban, það musteris fé. Thus making void the word of God by your tradition that you have handed down. Þannig þá leifið þér honum ekki framar að gera neitt fyrir föður sinn og móður. And many such things you do. Og þannig látið þér erfikenningar ykkar sem þér fylgir fram ógilda orð Guðs og margt annað gjörið þér þessu líkt. You see, if we are not preaching and teaching you from the word of God, Þannig að ef við erum ekki að predika og kenna frá orði Guðs, ignore it. þá skuldu bara hunsa það. My ideas, my philosophies, my philosophies, these things are immaterial in the kingdom of God. Mínar hugmyndir, mín heimspeki skiptir engu máli varðandi orð Guðs. If anything, I should be expounding this word, trying to make it clearer and more understandable for you to grasp hold of the truth, to be set free. Ef nokkuð þá ætti ég að reyna að grafa dýpra í orð Guðs og gera það skýrara fyrir okkur öll til þess að við getum gripið sterku taki í það. It says in the Bible that it is not difficult and men should have no problem understanding it. Það segir að þetta svo einfalt að manneskjan þá vera auðvelt að skilja þetta. The problem is if we are not reading it with the Holy Spirit. En vandinn sá, ef við erum ekki að lesa orðið með heilugum anda, kennslu heilags anda, in conjunction with the Holy Spirit, í teimi við heilagan anda, then the flesh is resisting the truth that it's being told. Þá mun holdið alltaf standi gegn sannleikunum sem verið að reyna að koma til þín. And there's a rebellion spirit within you. Og þá uppreisnar andinn til staðar innra með þér. Resisting the truth. Sem að stendur í gegn sannleikunum. You see, we need to make sure that we are following the word. If you don't have a Bible, invest in the app. If you don't have an app or a phone, invest in a Bible, whichever way. But you need the word of God. Við þurfum að gæta að því að við séum að fylgja orði Guðs og ef þú getur ekki sett appin í símaðin með biblíunni, þá skuldu fá þér allavega biblíu að vertu með eitthvað í höndunum. So what kind of foundation should we be laying? Þannig að hvers konar grundvöll ættum við að vera að leggja? Simple. Mjög einfalt. Tells us to lay deep foundation. Það segir einfaldlega djúpan grundvöll. See, there is a parable about the sower in the word. Það dæmisagan sáðmanninn í reikningunni. And the seed falls on different levels of soil. Og við sjáum hvernig sáðkornið fellur á mismunandi jarðveg. And unless the seed is falling into deep soil, það ekki fyrir en sæðið að falla í djúpan jarðveg. It gets lost. Og það sem það týnist. The birds come and take it away. Og annars koma fluglarnir og ræna því burt. Or the thorns grow up and strangle it. Eða þyrnir vex upp og kæfir það. Or the cares of the world become so great and so glorious in its attractions that you forget about the seed that was sown. Og áhyggjur heimsins ná yfirtökum í hugaðinum að það kæfir allt orðið. You see, we need to have a deep foundation. Þið sjáum við þurfum að hafa djúpan grundvöll. And from the deep foundation, we see those three things that Sibba shared on last week starting to bear fruit. Og þið sjáum að á djúpum grundvelli, það byrja þessi þrír punktar, sem pastor Sibba var að tala í síðustu viku, byrja að setjast og byggjast sterkt. So from my little bit of handyman skills, þannig að það litla sem ég get unnið svona heima fyrir að laga dót svona, vera svona lagari.
Amen. Finding a word for handyman. Amen. Okay. Lagari. Lagari. Okay. Not in the wrong way, please. No. Okay. So, understanding that there's 4 parts to the foundation. Að skilja að það eru 4 þættir varðandi grundvöll. You need the stone chips. Það þarf að reynsa skrítið. You need cement. Það þarf grjót og sement, segi ég. You need sand. Það þarf sand. And you need water. Og það þarf vatn. And you need to mix them all together. Og það þarf að blanda þessu öllu rétt saman. And you pray it's not too cold so that the foundations can set. Og við byggjum þess að það sé ekki of kalt þess að steypan getur þornað. And I was given us some consideration about our spiritual foundation. Og þetta í sambandi við að huglega varandi okkar andlega grundvöll. And for the first time, I think in, I don't know how many years, my wife read my sermon before I came to deliver it. Og í fyrsta skipti í langa tíma þá heyrði kona mín predikurinn áður ég flutt hana hér. And I said, well, there's 4 parts to me. Ég sagði það eru 4 hlutar varandi mig. We've got the Father, Það Guð Faðir, Jesus Christ the Son, Jesús sonurinn and the Holy Spirit, og heilagur andi and the Word. og orðið. And Hanley pointed out to me, well, that's one. Og þá hún benti mig. One element. Það bara Father, eitt Son, and Holy element. Spirit, the triune God in one. Ja, And það the Word, which is Jesus Christ. og það heilug þrenning sem eitt element og síðan orðið sem Jesús Kristur. And as I was praying this through, Og þegar ég var að biðja fyrir þessu, God put 3 other key elements for me. og þá opnaði Guð augum mín fyrir 3 öðrum grundvallaratriðum elementum To strengthen this foundation, til þess að styrkja þennan grunn, built on the Word, built in Jesus Christ, the rock, byggt á orðinu, byggt á klettinu Jesú Kristi, the cornerstone that the world has rejected. hornsteininu sem að heimurinn hefur hafnað. We need to support that and follow that up with En við þurfum að íta þessu vör og halda áframverkinu, prayer, bæn, worship, lofgjörð and fellowship. og samfélag trúara. You cannot continue to be in a storm or in a bad place when you worship the living God. Þú getur ekki verið áfram í einhverju stormi og vera að tapa vitinu eða úr í lofgjörð til drottins. That care that you had, that worry that you had, that anxiety that you had, that whatever it is, God comes when you start praising Him, when you start worshiping Him, when you lift His name up high. Allt stressuð og áhyggjurnar sem að voru að plaga þig og þegar þú ert í lofgjörð til drottins þá hverfur þetta allt á braut. And the reassurance from Him comes into your heart. Og það þetta örugga trúa traust sest stað í hjartaðinu And there's peace. og hans friður. Therefore, God's Word is the only sure foundation on which we should be building our life. Og það þess vegna sem orð Guðs eini öruggi grundvöllurinn sem við getum byggt líf okkar á. So why? Why should we be spending time in the Word? Þannig að af hverju ættum við að vera að eyða tíma í orðinu? Because faith comes from hearing the Word. Þegar trúin kemur af því að boðunni að heyra orð drottins. It's really that simple. Þetta svo einfalt. You don't need a degree to figure this out. Þú þarft ekki háskólagráðu til að fatta þetta. And I'm very grateful because I don't have one in theology. Og ég þakkláttur því, ég ekki með neina háskólagráðu í Guðfræði. You see, when we start to hear the Word, when we start to read the Word, Og þið sjáu leið og þið byrja að lesa og heyra orðið, we see in Romans 12:2 þá sjáum við í Rómverjabréfinu 12:2 that we stop conforming to the ways of the world að þá hættu við að ummyndast eða umbreytast, við tökum háttaskiptum með endurnýjun hugarfarsins. and we are transformed by the renewal of our mind. Og það þessi endurnýjun hugarfarsins sem að gerist. You see, each and every one of us have got a little bias. Það öll okkar, við höfum svona, við segjum bias, það að vera hlutdrægur. Okay. Við erum öll svona hlutdræg. So, the way where you grew up, who your mum and dad was, Hvernig þú ókst úr grasi, hver mamma og pappi eru, how your sisters and brothers were around you, hvernig bræðin og systur höguðu sér í kringu þig, how your education was, your school friends, hvernig menntunin var, vinið þínir, the environment you work in, umhverfið það sem þú vinnur,
your political viewpoints, stjórnmálaskoðun þín, all these start to create a little bias in your life. allt þetta býr til svona hlutdrægni í lífið þínu. And I tell you one thing, there's a reason why Jesus rebuked his disciples and said, don't stop the children coming to me. Og þetta eina ástæðan sem að Jesús sagði við lærisveinana sína, ekki banna börnunum, að leyfi börnunum að koma til mín. I was 28 when I came to the Lord. Ég var 28 ára gamall þegar ég kom til Drottins. That meant he had 28 years of Kalam to undo. Það eru 20 ára sem að Guð þurfti að afgera eða vinda ofan af Kolum. Changing and renewing my mind as I spent more time with him, more time in his word, more time worshiping, more time in fellowship. So he renewed my mind. My bias started to change and align with his. Þannig þurfti hann að endurnýja hugafara mitt, endurnýja í gegnum lofgjörð, í gegnum bæn, að hlutdrægni mín úr heiminu, hún byrjaði að breyta smátt og smátt. And we all need to get a little more aligned with God. Og það eru öll okkar sem þurfa aðeins að stilla áttavitan í átta Guði. I'm not saying we need to become idiots. Ég ekki að segja við þurfum að vera hálfvitar. I'm not saying we don't need to have a mind and understanding. Ég ekki að segja við þurfum að eiga skilning. What I am saying is we need to know God's word and his way. Ég að segja ykkur að við þurfum að þekkja orð Guðs og hans vegu. Because God is watching over his word to fulfill it. Þegar Guð hann vakir yfir orði sínu til þess að geta uppfyllt það. As you spend time in the word, John 15:3 tells us we get cleansed by it. Í Jóhannes 15:3 að þegar við eyðum tíma í orðinu þá segir Vestið að við hreinsumst af orðinu. You know, when Jesus was in the wilderness and he was being tempted and tested and offered everything that the world could offer. Þegar Jesús var í eyðimörkinu og hans var freistað af öllu sem að hugur eða hjarta geti gynst. He stood against the devil 3 times. Þá stóð hann gegn djöflunum í 3 skipti. 3 times he resisted the temptation. Í 3 þá stóð hann gegn freistingunni. And he did it by quoting scripture. Og hann gerði það með því að vitna í ritninguna. A man shall not live on bread alone, but every word that comes from the mouth of God. Maðurinn lifir ekki á brauði einu saman, heldur sérhver orðið sem gengur út af munni Guðs. It is written, worship the Lord your God and serve him only. Því að ritað lofaðu Drottinn einan, því að þú átt að þjóna You see, honum he knew einum. his scriptures. Því að hann þekkti ritningarnar. And when the temptation came, he could resist it. Og þegar freistingin koma, þá gat hann staðið í gegn. Because he knew the truth. Því að hann þekkti sannleikan. In John 14, Jesus tells us, Í Jóhannes 14. kapla þá segir Jesús okkur. in verse 26, Í 14:26. but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. En hjálparinn, Andinn heilagi, sem Faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef yður sagt. You see, it's very difficult for God to bring something to remembrance when you haven't read. Það mjög erfitt fyrir Guð að minna það á eitthvað sem þú hefur ekki lesið. He can do all things, Hann getur gert alla hluti, but it helps you and it helps him if you've read the word. en það hjálpar til að þú hefur lesið orðið. So when you sit in that situation and you're unsure, Og þegar þú ert í þessari kringustæðum og þú óvissan steðir að, suddenly it feels like a revelation just coming, boom. en skyndilega þá kemur þessu opinberun. That's God bringing to remembrance the word you read. Það Guð að verki að minna þig á orðið sem að þú hefur þegar lesið. What you should do in that situation. Hvað þú átt að aðhafast að gera í þessum kringustæðum. So it's important for us to know the word. Þannig að það afar mikilvægt fyrir okkur að þekkja orðið. It's important. Mjög mikilvægt. And it's important to understand that the word Og það mikilvægt að skilja að orðið is pointing us to Jesus. alltaf að beina okkur til Jesú. It's telling us all about your Lord and Savior. Það alltaf að opinbera fyrir þér meir og meir hver frelsarinn þinn Jesús Kristur. Jesus said, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that will bear much fruit. For apart from me, you can do nothing.
Því hann sagði, ég vínvinu, þér greinarnar, sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín geti þér alls ekkert gjört. You see, we need to know him. Þannig sjáum við þurfum að læra að þekkja hann. Without him, we can do nothing. Án hans getum við ekkert gert. We can be mulling along in life, thinking we've got everything we need. Við getum verið að dröslast áfram í lífinu og halda við séum allt á hreinu. But when you look back, En þegar þú lítur öxl, what have you left in your wake? hvað segir slóðin þá þig? Nothing. Ekkert. Destruction, damage, hurt. Bara eyðilegging, særindi, vonbrigði. And you see, we need the deep root of the vine. Þið sjáum við þurfum að hafa djúpa rætur á vínviðnum. See, the root goes deep into the soil. Þið sjáum ræturnar fara djúpt í farveginn. It gets right to the source of our sustenance, of water. Og það grópa sig alveg niður að það sem vatn að finna. And when we are in the vine, Og þegar við erum í vínviðinum, he is our sustenance for life. þá hann uppspretta lífs okkar. For in him we have everything we need for life and godliness. Því að í honum höfum við allt sem leiðir til guðlegs lífs og réttlætis. We have every spiritual blessing in the heavenly realm. Hver blessun í hinu andlega heimi tilheyrir. You see, it says further in John 15, 7-8, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. Hann segir frekar í 7. og 8. versi, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá biðjið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Amen. Með því vexsamast faðir minn og þér berið mikinn ávöxt og verðir lærisveinar mínir. Do you see the duality there? Þið sjáu þetta tvennt sem í gangi þarna? If you abide in me, ef að þú dvelur í mér, so you spend time with Jesus. þannig að þú átt að eyða tíma með Jesú. And if we understand and let it grip our hearts, actually, we no longer live, but Christ who lives in us. Ef við skiljum aðeins í ritningu, það ekki lengur ég sem lifi, heldur Kristur í mér. So when you are a new creation, Þannig að þegar þú ert ný sköpun, it's extremely difficult for you to be apart from him. þá mjög erfitt fyrir það að vera í burtu frá honum. It's your choice. Það veltur á þínu vali. He's not going far, Hann ekki að fara neitt, but we turn away. en við snúum okkur undan. And the second part is, if my words abide in you, Og annar þátturinn þessi, ef að orð mín dvelja í þér. the word says, I will replace your heart of stone with a heart of flesh, and I will write my word on it. Og ritningin talar að hann muni skipta út steinhjartanu og gefa okkur lifandi nýtt hjarta og hann mun rita nafn sitt á það. Proverbs 4:23 says, God, the wellspring of your heart. Það orðskvöðni, what's the number? God, your heart. No, For in it is the wellspring of life. number What are we looking for? 4. Yeah. Orðskvöðni 4. kafli segir varðveittu hjartaði því að þaðan eru uppsprettur lífsins. Yes. Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Já, varðveittu hjartaði ofar öllu öðru því að þaðan flæða uppsprettur lífsins. See, the word points us to Jesus. Þið sjá orðið, það alltaf að beina okkur til Jesú. And as we are reading the word with the Holy Spirit, Og þegar við lesum orðið með heilugum anda, so we are drawn into deep fellowship with the Lord. þannig eru við dregin í djúpt samfélag með drottni. That personal relationship with Jesus. Þetta persónlega samfélag við Jesú. Jesus says, my sheep know my voice. Jesús hann segir, mínir sauðir þekkja mína raust. We know his voice. Við þekkjum raust hans. In that storm, there's that quiet, still voice telling us, be peace. Í stormunum þá kemur þessi hljóða kyrra rödd. Vert í friði mínu. So what should actually be happening Og það sem ætti í raun og veru að vera að gerast, as I spend more time with Jesus, þegar ég deili meiri tíma með Jesú, more time in the word, meiri tíma í orðinu, I am decreasing. þá ég að minnka
that Christ in me would increase. og Kristur að vaksa í mér. Because that's what we need. Því það það sem við höfum þörf á. So then, if we have the foundation, how do we build on it? Þannig að þegar við erum komið grundvöllin, hvernig byggjum við ofan á grundvöllin þá? Brick by brick. Það stein fyrir stein, blokk fyrir blokk. There's no quick fix here. Það engin skyndi áætlun hér í gangi. You can't just sit in the hospital bed and get a drip. Shoop. Það ekki hægt að bara leggjast og fá svona vökva í æð á sjúkrabeðinu. It takes time, effort, and discipline. Þetta þarf tíma og það þarf að erfiða í orðinu og það þarf að aga sig í orðinu. You see, we are encouraged in the work to make the best use of time. Og við erum hvött í orðinu að fara vel með tíman okkar. You don't just build a house on a whim. Þú bara hendir ekki upp einhverjum húskofa. Wake up one morning and say, oh, I'm going to build a house. Þú vaknar ekki bara, heyrðu, ég ætla að byggja hús. It takes time to build it. Það tekur tíma að byggja hús. And so we need to spend more and more time in the Word to develop our theology, our understanding, our relationship with God. Þannig að við þurfum að eyða meira og meiri tíma í orðinu til að byggja upp guðfræði okkar, til að útskýra hver Guð fyrir okkur og eiga samfélag við hann. It takes effort. Þetta þarf krafta og það tökkur við þetta. Trust me, I know. Trestu mér, ég veit það. It's easy for us to consider, oh, I'm too tired today. Og það svo auðvelt að segja, ég svo þreyttur í dag. Oh, just one more snooze on the alarm. Aðeins að snúsa lengur. Oh, I've got too much work today. Og það of mikið að gera í dag. You know Martin Luther? Vitið að Martin Luther, It was assigned to him. Þetta honum tilgetið. He said a famous statement. Hann sagði þessa frægu setningu. I have so much today, Ég hef svo mikið að gera í dag. that I shall spend the first 3 hours in prayer. Þannig að ég þarf að eyða fyrstu 3 tímunum í dag í bæn. The busier his day was, Því meira sem var að gera, því annarsamari sem dagurinn hans var, the more he knew he needed God's help to get því through it. meira vissi hann að hann þurfti að eyða tíma með Guði. So he spent the first 3 hours of his day in prayer to the Lord. Þannig að hann eyddi fyrstu 3 tímum dagsins í bæn til Drottins. You see, discipline. Þessu ægi. Oh, the most disliked word in the world. Þetta hataðasta orði í íslensku orðabókinni. But if we consider our walk as a race, En ef við lítum á líf okkar eins og kapplaup, we consider our walk with Jesus as a race, og ef við horfum á líf okkar eða með Jesús sem kapplaup, and we are the athlete, og við erum íþróttamaðurinn, well, we know that an athlete, a professional sports person, við vitum að atvinnumaður í íþróttum, has to be extremely well disciplined. hann þarf að vera mjög vel agaður. What they're eating, Hvað leggja sér til munns, hvað borða, how much time they're training. það þarf að tíminn í að æfa sig, And it's the same with us. og það sama gildur okkur. If we want to enter the fullness of Christ Jesus, Ef við viljum ganga inn í fullnusnuna með Jesú Kristi, where we can see as he sees, að við sjáum eins og hann sér, we can hear as he hears, að heyra eins og hann heyrir, where we can allow him to speak through us, það sem hann getur talað í gegnum where okkur, we have words of knowledge and our giftings are flowing, það sem við höfum þekkingar og gjafir hans þar flæða í gegnum okkur, then we need to have a disciplined life where we are spending time with him. og þá þurfum við að eiga agað líf þar sem við eyðum tíma með honum. It doesn't happen on its own. Það gerist ekki sjálfkrafa. I wish I could tell you it would, Ég vildi að ég gæti gefið þér eitthvað orð, but I'm not going to lie to you. en ég ætla ekki að ljúga þér. Commit your work to the Lord, Feldu Drottni öll þín verk and your plans will be established. og áætlaðinnar munu ná fram að ganga. Proverbs 16:3. Orðskviðni 16:3. You see, when we are spending time in the Word, Þið sjáu að þegar við eigum tíma í orðinu and we have that personal relationship with Jesus, og við eigum þetta persónulega samfélag við Jesú, praying and seeking Him, að biðja og leita hans, we are already becoming doers of the Word. þá erum við þegar orðið gerendur orðsins. One way, no, we are already to be doers of the Word, Ein leiðin til að þekkja að við séum þegar gerendur orðsins, or we are doers of the Word, að við séum gerendur orðsins, is when we find ourselves in a storm. að þegar við finnum okkur sjálf í storminum.
That's when you'll see the true character of who you are. Þá kemur í ljós raunverulegi karakterinn sem þú ert. The church shared a picture through the week Og hún var að deila myndi hérna í vikunni of the olive being squeezed. að ólífinu sem verið að kreista til þess að fá ólífuna. And to get the olive oil out of the olive, Og til þess að ná ólífinu út úr ólífinu you have to crush it. You have to squeeze it. og það fara að kreista hana. And it's the same with us. When we're in the storm, Það sama með okkur þegar við erum í miðjum storminum. when we're going through those storms, Förum í gegnum storma lífsins. that's when we start to see who we truly are. Þá sjáum við þá kemur í ljós hver við erum í raun. So now let's have a look at storms. Þannig að nú skulum við aðeins kíkja á nokkra storma. See, storms come in life. Það koma stormar í lífinu. And I tell you one thing, Og ég kann segja ykkur eitt. it's not just the foolish person that goes through storms. Það er ekki bara hinnir heimsku sem að fara í gegnum storma. It's not just the person who decided to ignore Jesus' teaching. Það er ekki bara fólki sem að hunsar kennslu eða orðið frá Jésu Kristi. We're all going to go through storms. Við förum öll í gegnum storma. And they come in different forms, shapes, and sizes. Og þeir koma í alls konar myndum og formum. Some storms come from the workplace. Sumir stormar gerast á vinnustæðinum. It's a pressure cooker environment. It's difficult. It's challenging. The people are not doing what they're supposed to, blah, 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 blah. Og þetta svona, mjög þrungið andrúm og fólk ekki að gera það sem á að gera og það verður svona spennu andrúmsloft. People are not doing what they're supposed to be doing. Fólk ekki að gera það sem á að vera að gera. And you sit there Og þú having to situr give the þarna answers. og þarft að gefa svörin. Storms in your relationships. Stormar í samskiptum. You know, sometimes we have to just go for a walk around the block. Stundum þurfum við bara að fara eins og Right, labba út Ali. með hundin. Ekki satt? Some of us find ourselves in financial storms. Sumir finna okkur í fjárhagslegum stormi. Some of us health storms. Sumir í heilsufarslegum stormi. Just to name a few. Bara til þess að nefna nokkur atriði. So why does God allow storms? Og af hverju leyfir Guð storma? You know, let me clarify. Leif mér aðeins að skýra þetta betur út. Storms are not there for God's benefit. Stormat eru ekki í þágu Guðs. God knows you better than you know yourself. Þegar Guð þekkir þig betur heldur en þú þekkir þig sjálf. Every hair on your head, Sér hvert hár á höfðið þínu. every thought that you have, Sér hverja hugsun sem að þú hugsar. there's nowhere you can go that He's not with you. Það er hvergi sem þú getur farið Even þar to sem the hann er depths ekki of með þig. Sheol. Hann mun fara í djúp heljar. So God doesn't need to take you in a storm to know who you are. Þannig að Guð þarf ekki að fara með þig í gegnum storm til þess að læra að þekkja hver þú ert. It's for us to know where we are on our journey. Það er fyrir okkur að við vitum hver við erum. Where do we still need to grow? Where do we still need to change? Hvar þurfum við að vaksa og dafna og hvar þurfum við að breyta? Where is our level of faith at? Hvar er trúarstigið okkar? When God comes to you and says, Callum, I want you to pack up, you're going to leave South Africa and move to Scotland. Þegar Guð tala til mín og segir, Callum, ég vil að þú bara pakkir í töskur og flytir frá Suður Afríku og flytir til Skotlands. You have a choice. Þá hefur þú val. Do you believe and trust and go? Trúir og treystur í Guði? Has your faith been tested sufficiently in the storms? Hefur trúðin verið reynd nóg í storminum? That you can say, yes, Lord, send me. Eða þú segir bara, já, Drottinn, sendu mig. Or are you sitting there saying, are you sure, Lord? Eða þú segir, ertu nú alveg viss, Drottinn? It's for you to know who you are in Christ. Það er til þess að þú þekkir og vitir hver þú ert í Kristi. How much change has already gone through and happened in your life? Hversu mikil breyting er að gerast í lífiðinu? To measure your spiritual growth. Það sé mælivaður á andlega vöxtin. To help us in developing our skill, Að hjálpa okkur að verða hæfari. our behavior, Hegðun okkar. our character. Karakter okkar. In the storm, you always see the fruit. Í stormunum þá kemur ávöxturinn alltaf í ljós. And we know a person by his fruit. Og við þekkjum manneskuna af ávöxtum þeirra. So how do we get through the storm?
Þannig að hvernig komist við í gegnum storma? James 1, 2-4. Í Jakobsbréfinu 1, 2-4. We are told, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Álítið það, bræður mínir og systur, eintómt gleðiefni þið farið í gegnum ratið í ýmiss konar raunir. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. Þér vitið að trúar staðfest ykkar vekur þolgæði. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. En þolgæðið á að birtast í fullkomnu verki til þess að þér séu fullkomnir og algjörir og yður séu engu ábóta vant. I couldn't have said it better myself. Ég hef ekki getað orðað þetta betur sjálfur. Count it all joy. When you're in the storm, when you're in the fire, when you're in that challenge, that difficult situation. Álítið þetta eintómt gleðinu, þegar þú stendur frammi fyrir áskorunum, frammi fyrir eldinum eða hvaða ógn sem að steðjar. Do you still have joy in your heart? Að þá hefur samt sem áður gleði í hjartaðinu. Is your mind still? Hugur þinn kyrr? Or is it racing 3 million miles an hour? Hann á flegi ferð og alls konar hugsanir? Because you're trying to figure it out. Því að þú ert að reyna að fatta þetta, leysa gátuna. But we can't. En við getum það bara ekki. We have to trust in the Lord. Við þurfum að treysta Drottni. And let our steadfastness be complete. Og leifum þolgjað okkar að verða að fullkomnu verki. That we may be perfect and complete, lacking nothing in Christ. Að við verum fullkomin og algjör í Kristi, það ekkert ábótavant. It's good to know that Jesus is not a hired hand. Það gott að vita að Jesús ekki leiguliði. So when the trouble comes, Að þannig þegar vandinn or kemur, the wolf comes, eða úlfurinn kemur, he's not running away. Þegar hann mun aldrei hlaupa í burtu. He's standing right there with you. Hans alltaf, þér stendur alltaf með þér. He's the one in the boat, Hann sá sem með þér í bátnum, fast asleep in the stern, steinsofandi í stafninum. because he said, I'm going to the other side. Þegar hann búinn að segja, ég að fara yfir You hinum. see, his promises for your life Þið sjáðu að loforð hans fyrir líf þitt are yes and amen. já og amen. And if you have read and understood his word, Þannig ef þú hefur lesið og skilið orð hans and it's written on your heart, og það ritað á hjartað þitt, then you go through the storm knowing yes and amen, I'm going through the other side. þá ferði í gegnum stormana með já og amen því að þú þekkir hann. He's the one who stands up in his time and says, peace be still. Enough. Hann sá sem stendur upp í miðjum storminum á hans tíma og segir, hafðu hljótt þig. Ég ætla að segja þetta á ensku í mynd. We see in Daniel 3:24-25. Við sjáum í Daniel 3:24. Yeah, 3:24-25. 24-25. Then King Nebuchadnezzar was astonished and rose up in haste. He declared to his counselors, did we not cast 3 men bound into the fire? Þá var Nebúkadnesar konungur forviða og spratt upp skyndilega. Hann tók til máls og sagði við ráðgjafa sína, höfum við ekki kastað 3 mönnum fjötruðum inn í eldinn? They answered and said to him, to the king, true, O king. He answered and said, but I see 4 men unbound walking in the midst of the fire, and they are not hurt, and the appearance of the 4th is like the son of the gods. Og þeir svöruðu konungnum og sögðu, jú, vissulega konungur. Og hann svaraði og sagði, ég sé þó 4 menn ganga lausa inn í eldinum án þess að nokkuð hafi orðið af þeim grandandi og ásýndins 4. því líku sem hann sé sonur Guðana. Amen. Amen. You see, you're never alone. Þú sér til að þú ert aldrei einn eða ein. Jesus is always with you. Jesús alltaf með þér. So today, as I wrap up, Og í dag þegar kemur hér á lokum, I felt God challenge me, þá fannst mér Guð skora á mig and he wants to challenge you. og hann vill setja áskorun til þín. I feel that some of us Ég upplifa að sum okkar
have allowed our trials and tribulations hafa leyft stormunum og raunum okkar to be written in the foundation of our life. eins og það sé skrifað í grundvöllin á lífum okkar. And God wants to reverse that. Og Guð vill endur skrifa þetta og endur gera þetta í dag. He wants to help you be released from that. Hann vill hjálpa þér að losna frá þessu. He wants the foundation to be His Son, Jesus Christ, the cornerstone. Hann vill að grundvöllur hans sé aðeins sonur hans, Jesús Kristur, hornsteinninn. Founded on His word. Að byggt á orði hans. He wants our trials and tribulations to be the part that's written in the sand. Hann vill að raunir okkur og reynslur séu hluti af sandinum. So when the storm comes and the rain falls, Þannig að þegar regnið kemur og stormurinn í storminum, it's those past things that are washed away. og þá þvær hann í burtu allan sandin og fortíðina. He wants you to build your life on Him. Hann vill að þú byggir líf sitt á honum. He wants us to take the lessons from the trial. Hann vill að við lærum leksjuna í rauninni, But not the trial to become part of your life. en ekki að reynslan og raunirnar verði hluti af lífið þínu. He wants to take that shackle off of you this morning. Hann vill taka þessi höft af þér þennan morgunin. He wants to set you free. Hann vill setja þig frjálsan eða So frjálsan. if you're here today and this message is resonating in your heart, Og ef að þú situr hér í dag og þessi boðskapur eiga við hjartað þitt, we're going to pray for you. þá ætlum við að biðja fyrir þér. Amen. Amen. So you know who you are. Þú veist hver þú ert. You sit there with God. Þú situr þarna með Guði. I'm not going to call you out. Ég ætla ekki að kalla þig hérna fram. I can't change your life. Ég get ekkert breytt lífið þínu. But I know God can. Ég veit að Guð getur gert það. Right now, if you tell Him, Núna á þessu augnabliki, ef að þú segir við hann, between you and Him, do a transaction now. milli þín og hans, að þú segir gerðu þessu umskipti núna. We're going to pray. Og við ætlum að biðja. Heavenly Father, Himnesku Faðir, you know each one of us by name. þú þekkir eitt og sérhvert okkar með nafni. You know every situation, every circumstance of our life. Þú þekkir sérhverja kringustæður í lífum okkar. You know who we are. Þú þekkir hver við erum. You know on which we are building our lives. Þú veist hvernig við erum að byggja líf okkar. And I pray right now, Almighty God, Og ég bið núna þú mikli Guð. for those of us that have the wrong doctrine, wrong theology, wrong foundation, Og fyrir þeim sem hafa sína eigin kenningar, jafnvel rangar kenningar, who have hang-ups with our past trials and tribulations, sem eru staðnaðir jafnvel í gömlum eða eldri reynslum. whether it be our upbringing as children, Hvort það sé í uppeldinu sem börn, an abusive relationship, eða það sem hefur verið samskipti sem eru óheilbrigð, a terrible work environment, jafnvel óheilbrigður vinnustáður, whatever it is, Father, hvað sem það er, Faðir. I pray now in Jesus' name, Ég bið núna í Jesú nafni you set your sons and daughters free. að þú leysir syni þín og dætur, Deal, transact with them now, Almighty God. að þú gerir þessi viðskipt við þau núna, Speak to drottningur. them now, Almighty God. Talaðu til þeirra núna, drottin. That the shackles be removed now in Jesus' Að name. hlekkirnir losni núna í Jesú nafni. Let them be set free, Almighty God, Láttu þau vera að ganga frjáls í nafni þínu. to live the life that you have called them to. Að lifa því lífi sem þú kallaðu til. In Jesus' name, Í Jesú nafni. amen, Amen. 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 Takk Jesús. Mögnu prédikun. Halleluja. Takk Jesús. Og hann kom inn á það svo vel og mér langar að bara ítreka það út af það skiptir máli. Það er ekki nóg að heyra orðið. Við þurfum að gera orðið. Við þurfum að leyfa Jesú Kristi að vaksa í okkar lífum. Og það sem við erum að gera og kirkjan er öll að gera, það er að lesa orðið miklu meira. Og vitið það, ég sé strax svo mikla ávexti
bara af þessu samfélagi við drottin. Og það sem að gerist þegar maður byrjar að lesa meira, þið þyrstir eftir meiru af drottni. Vist, ég er bara þannig, ég vil helst bara vera með honum bara marga klukkutíma á dag núna. Veist ekki það að hann er í öllu því sem ég gerir svo sem, en þetta er yndislegu tími og það er svo blessað að fá að vera með drottni. Og mér langar bara til þess að hvetja ykkur vinir. Föstum tökum þetta ár og gerum grundvöllin heilbriðan. Sumir eiga hér sárt að binda. Það er eitthvað sem hefur truflað viðkomandi eða eins og Callum kom inn á. Getur verið röng kenning, getur verið eitthvað áfall sem er fast í hjartaðinu. Og aftur, veist, Biblían kennir á kvöldi gistur og skrátur en það er gleðisöngur á morgni. Við eigum ekki að byggja hús í dalnum. Jóhanna, getur þýtt fyrir hann? Nei, hún getur ekki þýtt. Halleluja. Við eigum ekki að byggja hús í dalnum. Það er mjög mikilvægt, vinir, að við sem kristi fólk It's very important as Christians að við that we, sem einstaklingar as individuals,